Við höfum verið að tala 1000 ára tímabil. Ég hef dregið hérna upp línu frá byrjun til enda línunar og kallaði þetta 1000 ár. Í byrjun þessa 1000 ára þá er einn aðal viðburður sem gerist. Kristur kemur og hann reisir upp hina réttlátu dána og allir réttlátir stíga þá til himins og ranglátir deyja. Þetta gerist allt þarna þegar Kristur kemur. Núna, í byrjun 1000 áranna. Í þessi 1000 ár er Satan bundinn af kringumstæðum. Það eru engir menn lifandi til að afvegaleiða. Og jörðin er þá í auðni í þessi 1000 árum. Við lásum það áðan að borgirnar hrundar að algjör auðn, engan mann að sjá. En á þessu sama tíma, þessi 1000 ár, eru réttlátir á himnum og þeir skoða bækur himinsins. Guð gefur þeim nógan tíma. Svo langan tíma til að skoða bækurnar að við munum aldrei geta ásakað að þeir hafi ekki fengið nógan tíma til þess að skoða. Af hverju kom ekki þess og þessi? Eða, hugsið ykkur, kannski myndi nú einhver segja, Steinþór í Guðs ríki. Aldrei hefði myndi átti það í hug. Svo að við höfum eftir að vera þessa, sjá ýmsa, já, ég sá ræmingin á krossinu. Alveg á síðustu stundu áttaði sig á því hver sá var við hliðina á krossi. Og hann biður hann, minnst þú mín þegar þú kemur í dýrð þinni. Og Jesús lofa hann þá og þegar þú munt verða í paradís. Guð þessi lof. Við þurfum ekkert að sanna neitt. Við þurfum bara að játa og meðtaka og lifa í samræmi við vilja Drottins. Og þá erum við hólpin. Það er ekki flóknara. En í lok 1000 áranna þá gerist þetta. Kristur kemur og ég kalla þetta í þriðja sinn til hann. Hann kom fyrst sem lítið barn. Svo kemur hann núna eina skams til að sækja fólkið sitt. Eftir 1000 árum kemur hann aftur í borginni Helga til að vera hér alla tíð, að eilífu. Borgin Helga stígur niður frá himni í lok 1000 áranna. Réttlátir eru innan borgarinnar. Ranglátir rísa nú upp frá dauðum og allir á himni og jörðu viðurkenna Krist sem réttlátan konung alheimsins. Þetta vorum við að lesa í öðru kafla Filippíbréfisins. Satan og ranglátir ráðast á borgina. Satan fylgir þeim til að gera árás. Síðasti möguleiki fyrir hann virðist vera. Eldur eyðir þeim og hreinsar jörðina, þessi sami eldur. Drottinn endurskapar jörðina sem eilífðar heimkynni réttlátra. Ég vona að þetta hjálpi ykkur að þetta skýrist betur. Eftir getum við prentað þetta einhvern tíma við tækifæri marglega. Svo var það í Opinberunarbókinni 21. kaflanum frá 10. versi. Hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni Helgu í Jerúsalem sem niðursteig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs, ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis, steinn, kristal, skær. Hún hafði mikinn og háan múr, þar að segja borgin, og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra, takkið eftir þessu. 12 ættkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Þetta voru óttalegir gikkir, þessi syni Jakobs. Þeir drápu, þeir lugu upp á föður sinn og seldu bróður sinn í þrældóm til Egyptalands. Þeir gerðu ýmislegt sem bara sýndi að þeir voru ekki réttlátir, en þeir iðruðust synda sinna. Og þess vegna segir Guð að þessi 12 hlið mun bera nöfn þessara Jakobssona. Og það segir mér, eitt þeirra hentar mér, þegar ég er sjálfsagt eins og einn af þessum svona Jakobs. Og svo segir í næsta versi, móti austri var 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula landsins. Akkur postularnir? Guð er bara aftur og aftur að leggja áherslu á sama. Það verður fólk af öllum mögulegu tagi sem verður alla eilífð í borginni Helga. Sem verða hólpnir. Og þegar við hugsaum postulana,
Óttalegir gikki voru þeir. Þeir brugðust frelsaranum, hlupu undan, afneituðu honum. En þessir hafa nöfnin sér rituð á undirstöðu steina hinnar helgu borgar. Þetta segir mér aftur, Guð alveg alla daga í því algjörlega að reyna að frelsa þessa vissalinga sem hér á jörðinni. Ef við bara láta frelsast. En það þeirra val. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíuboðskap, en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitruðu drykkur sem okkur ber að varast. Við erum sterklega vörum aftur og aftur í gegnum alla biblíuna við fölskum kenningu. En biblían okkar eina vörn. Þess vegna verðum við að lesa og læra hver hennar boðskapur Þegar Satan freistaði Krist 3 sinnum, sagði Kristur hverju sinni, ritað Og hann vitnaði jafnan í heilaga ritningu. Þetta var eina vörnin þess. Og hún dugði. Og það ekkert betra fyrir okkur. Þetta okkar eina leið til að verjast árásum Satans. Það vitna í orðið. Og taka Jesú okkur til fyrirmyndar. Satan hefur sáð ótal mörgum kenningum inn í kristna söfniði þar sem fólk gleypir við þeim sem sannleika. Ef fólk vildi aðeins lesa Biblíuna gaumgæfilega, væri það svo miklu betur start í baráttunni við hið illa. Í öðru Þessalóníkubréfi, í öðru kaflanum frá 9. versi, lesum við lögleysingi, þetta þeir sem vil ekki hafa lög Guðs í heiðri, kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast. Af hverju? Af því að þeir veitt ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleika. Hér verður að tala orð Guðs. Svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Og hversu undarlega sem þetta orðalag kann að virðast fyrir augum okkar að Guð sendir þeim megna villu. Hér bara sagt á gömlu máli, á gamalli tjáningu, ég selði á vald þess að þú hefur kosið þér. Þannig selur hann það á vald hinnar megnu villu. Hún stæk þessi villa, hún stórhættuleg og fæstir alltaf sér á þessu að þeir lesi ekki orð Guðs. Söfnuðinum líkt við yndisfagra konu. En þegar að konan fer afvega og tileinka sér villukenningar, að þá það skækja eða hóra, ýmist í Gamla eða Nýja testamentinu. Þetta gjöf Guðs til okkar. Þú getur ekkert gert til að ávinna þér hjálpræði Guðs. Það kærleiksgjöf. Í Opinberunarbókinni 22 segir, og hann syngdi með móðu lífsvatsins skínandi sem kristall og rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunnar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins til lækninga þjóðanum. Þetta svona eins konar fyrirbyggjandi aðgerðir, ef ég mætti nota nútíma orðatiltæki. Engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lamsins mun í borginni vera. Sjáu þið, hann verður í þessari borg. Hann flytur búferlum. Og þjónar hans munu koma, eða munu þjóna honum. Þeir munu sjá ásjónu hans, takk eftir hvað þetta mikilvægt. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Vitið hvað mikilvægt við það að við munum sjá ásjónu Guðs? Skulum koma að því. Það kemur hérna rétt strax. Sjá, ég kem skjótt, segir Kristus, sæll sá sem varðveitir spádómsorð þessara bókar. Og ég, Jóhannes, sá sem heyrði og sá þetta, og ég hafði heyrt það og séð, féll ég niður til að tilbiðja fyrir fótum engilsins sem sýndi með þetta. En hann sagði við mig, varastu þetta? Ég samþjónn þinn og bræðra þinna. Og þeirra sem varðveita, spámannana, sem varðveita orð þessara bókar. Sjáu hvað mikilvægt að varðveita orð bókarinnar, biblíunnar, tilbið þú Guð. Þú getur tilbið í reyn á réttan hátt ef þú fer vel með orð Guðs. Og hann segir við mig, innsigla þú ekki spádómsorð þessara bókar því að tíminn í náð. Hún átti ekki að vera lokuð.
Þetta átti að vera galopin bók, alla tíð, og hún hefur alltaf verið það. Svo segir á lokum, hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi sörgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi hefgist áfram. Og þarna endar náðatíðin. Það breytist ekkert eftir að þetta kveðið, eða þessi úrskurður kveðin upp í verða. Sjá, ég kem skjótt, segir Kristur, launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Allt ekki meiri tíma.